Góðan daginn, elskurnar, og velkomin í Gamesýruna. Það er 10. júlí, föstudagur. Það er mánuður liðinn síðan að síðasta dropp stríðsmálaráðuneytis í Bandaríkjanna sleppt út þarna gögnum, UFO gögnum og ég er búinn að vera að refresha hérna bara daglega núna í 2 vikur og þetta kom í dag. Ég ætla að fara aðeins yfir með ykkur það sem að kom svona í fljótu og ætla ekki að vera að eyða neinum tíma í það. Hérna er ég komin inn á war.gov og það er þið veljið þar bara all agencies veljeg release 4, það er þetta hérna 10. júli og ég ætla að velja videos og ég ætla nú bara að byrja hérna. Þetta er best að setja þetta í stórt, bingarabím. Þetta er tekið yfir Kyrrahafið 2025. 6 hyrnd stjarna. Já, þetta fannst mér vera það merkilegasta í þessu öllu saman. En það komu engar fleiri upplýsingar fram hvað það var. Svo erum við með sjá, hvernig virkar þetta hérna, bingarabam, bumbarabim. Svo erum við með hérna skjalnúmer PR0030. Það að fara í það, maður sjá, hvernig virkar þetta, P030, PR100, PR030, það er hérna. Þetta er bara infrarautt myndband tekið af bandarísku platformi 2023 og skulum skoða það og þetta er ansi merkilegt, þetta er annað komenda, sáu þetta þurfum við að horfa á þetta aftur, fylgist þið vel með. Þetta er greinilega tekið á einhverjum dróna og þarna svo erum við með PR100 og þetta er það sama, þetta er tekið yfir Kyrrahafinu og ég ætla að fara hérna bara aðeins inn á mitt myndband þarna sjáum við hlutinn. Fyrir mér aðeins lengra. Hérna er náttúrulega freka greinilegur. Þetta er tekið af dróna. En eins og ég segi, þetta er nú ekki beint skýra myndir sem maður er að sjá. En það eru þarna nokkur einkennileg myndbönd, verð ég að segja. En það kom ekkert í þessu droppi, það sem að talað hafði verið að mögulega yrði gert opinbert eins og, já, einhvers konar sannanir eða gögn sem sýndu fram á Biolix eða áhafnir þessara flygilda, það varð ekki. Svo ætla ég að fara næst þá fer ég í 101 og það er tekið 2024. Þetta er 1 mínúta og 46 sekúndur yfir Kyrrahafinu. Hvað erum við að horfa á hér? Þetta skrifaði ég allavega niður hjá mér. Já, var þetta alveg rétt. Þetta er ansi athyglisvert ef við getum ekki zoomað inn á þetta sjálfur en þetta virðist vera já, ég veit það ekki. Ég bara satt að segja, veit ekki hvað ég er að horfa á. Any ideas? Ég veit ekki hvað við erum að horfa á og
bandaríska stríðsmálaráðuneytið segist heldur ekki vita hvað það er að horfa á. Ef þið viti hvað við erum að horfa á, þá megið endilega droppa því í comments hjá mér. Þetta er allavega lítur út fyrir að vera svona svolítið að staðsta sem ég hef séð hingað til. Þetta var sem sagt 101. Ég ætla að fara yfir í 109. Og að sjá, það er hérna, svona virkar þetta. Það er semst ekkert mál að leita á þessu, þetta er bara á war.gov, 109. Það er sem sagt, media, old domain. Þetta var tekið borð, þetta er sem sagt US Military Platform 2015. Búm, sáu þetta? Við erum meðal að horfa á þetta aftur. Veitu, ég ætla að ná þessu. Sjáu hvernig það skýst í burtu. Sjáu þið? Wow. Þetta getur verið diskur eða eitthvað. No idea. Þetta var semst 109. Förum yfir í 110. Það er 2020 US Military Platform. Kemur ekkert fram í rauninni hvað það er. Þetta er einhver lítill hlutur á mikilli talsverðri hreyfingu. Búm, farið. Ok. Þetta var 110. Ég ætla að fara með ykkur hérna í eitt myndbandi viðbót. Það er sem sagt 116. Þetta er Atlantshafið 2020. Get lesið þetta hérna fyrir okkur. Describes the phenomenon as a darker marronish color approximately 12 to 15 feet in height. Þetta er 4,5 meter. Traveling with wind and noted that it did not maneuver or change direction. Skoðum þetta. Þetta fannst mér mjög athyglisvert myndband, sérstaklega þegar það var zoomað inn að því sem að gerist. Hvað er ég að horfa á? Getið þið sagt með það? Og svo bara flýgur það í burtu. Ef að horfa á þetta, ef aðeins að Kids. Þetta er ekki kýmisku dróni. Zoom. Ok. Svo er ég með hérna það sem ég langar líka að skoða. Það er sem sagt ætla ég að fara yfir í sem sagt ætla að fara yfir í images og það var sem sagt DO31 og þetta hérna erum við að tala um. Þetta var tekið millis 19. november og 7. desember 1996. Geimfarar borð í Space Shuttle Columbia til náðu mörgum myndum af sem sagt, UFOs in low Earth orbit. In the second photograph, the object is visible near the center of the frame to the right of the limb of the Earth. It appears to have rotated or tumbled on its axis, which is consistent with the behavior of free-floating objects. Þannig að sjá, það voru helviti áhugaverða myndir og þessi hérna, getur maður ekki að downloada þessu drasli. Þetta er hérna það sem við erum að horfa á. Hún er ef maður nær að downloada þeim, þá hérna download image, hérna kemur þetta.
Hérna þetta, sjáu þið. Þetta sem sagt tekið borð í Space Shuttle Columbia 1996 og svo og það eru þarna ekki margar myndir, þetta tekið sem sagt, þetta allt frá NASA og tengist þessum geimferðum öllum. Svo ætlum við að fara í sem sagt PDFs og það svona líka mjög áhugavert ef við skoðum hérna. Þá erum við að tala kids. Hérna, þetta skjal sem sagt, þetta uppskrift af ráðstefnu sem haldin var árið 1949 við Los Alamos Scientific Laboratory sem heitir núna Los Alamos National Laboratory í New Mexico. Meðal þáttakanda voru ýmsir virtir vísindamenn og eðlisfræðingar en margir þeirra höfðu lagt sitt af mörkum í þróun á fyrstu kjarnorkuvopnunum innan Manhattan verkefnisins og tilgangur ráðstefnunar var að ræða og safna tilgátum eðli og uppruna fyrirbæris sem nefnt var grænir eldboltar eða green fireballs með öðrum orðum, bara orbs. En tilkynningar slík mál höfðu borist í nokkra mánuði frá svæðinu í kringum rannsóknarstofuna. Hópurinn komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu líklega skýringu á fyrirbærinu þó einna helsta tilgátan væri svo að athuganir getur tengst loftsteinum sem gæmu inn í lofttjúpin undir mjóu eða steep angle og í mikilli hæð. Dr. Edward Teller setti fram þá hugmynd að ef ekki væri efnislegan hlut að ræða geti orsökin verið einhvers konar rafeinda fyrirbæri. En Dr. Lincoln LaPaz, sérfræðingur í lofsteinum, lýsti því yfir að ekki þessu líkt hefði svo að honum var í kunnugt nokkuð tímann sést í tengslum við fall loftsteina. Þannig að það sem sagt, þetta skýrslan, hvað það varðar. Þetta mjög athyglisvert. Ég ekki búin að lesa hann allan. Ég var eitthvað byrjaður á því áðan. Og svo erum við með DO 93 fyrirgeðu. Hvað 94? Þetta PDF 94 97 Má sjá. Það fyrir bara hérna í 96. Gerum það bara. Nei, það svo það vanti hérna. En það var sem sagt 94 fannst mér líka áhugavert. Það var sem sagt, ég finna ekki henni fljótu bræði. Þetta var sem sagt skrá sem innihélt rannsókn frá deildum flughersins. Þetta var sem sagt Air Intelligence, leyniþjónusta. Air Intelligence Division, þetta sem sagt bandarska flughersins. Eða USAF sem bara heitið greining á atvikum tengdum fljúgandi fyrirbærum í Bandaríkjunum með Analysis of Flying Object Incidents in the United States rannsókn nr. 203 dagsett 10. desember 1948. Greiningin felur í sig mat og ýmsum tilkynntum atvikum varðar óþekkt fljúgandi fyrirbæri eða UFOs ásamt kenningum eðli þeirra og uppruna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar segir meðal annars svo virðist sem einhvers konar fyrirbæri hafi sést, hins vegar ekki auðvelt að bera kennsl á það. Rannsóknin bendur á tvo trúverðuga möguleika varðandi uppruna fyrirbærina, sem tækni af innlendum eða erlendum uppruna. Þar kemur einnig fram að ef erlendan uppruna að ræða sé skynsamlegt fyrir Bandaríkin að gera ráð fyrir að athuganir á óþekktum fljúgandi fyrirbærum með rekja til vísindilegra starfsemi, hernaðar eða njósnastarfsemi þá Sovétríkjanna. Og í slíku tilviki beri að taka alvarlega þá ógn sem slík fyrirbæri getur skapað. Skráin inniheldur einnig samtímaskýrslur óþekkt fljúgandi fyrirbæri og dæmi tilrauna flugular á gerðinni fljúgandi vængur eða flying wing. En hönnun þeirra geti skýrt ákveðið einkenni sem oft greint í tengslum við slík fyrirbæri. Og semst í þessari skýrslu sem ég fann ekki fljótu, hún þarna, þá semst mynd af þessum fljúgandi vængjum. Og svo það semst UAP semst D096, það semst bréfaskipti varðandi Project Blue Book frá 1955, en Project Blue Book var semst svona rannsóknar nefnd sem að sá semst að safna upplýsingum UFOs innan ríkis Bandaríkjanna. Og þessi skjalasafnseining hefur að geyma bréfaskipti varða Project Blue Book, verkefni bandaríska flughersins. Best að hringi systur mína bara eftir.
bandarska flughersins á árunum 1952 til 69 sem hafði það hlutverk að rannsaka eðli og uppruna óþekktra fljúgandi hlutaði UFOs. Gögnin innihalda bréf og minnisblöð sem fóru á milli ýmissa deilda og stofnana bandaríska stjórnvalda, löggjafarvaldsins og almennra borgara og fjalla athuganir á óþekktum fljúgandi hlutum ásamt rannsóknum og niðurstöðum Project Blue Book. Og svo þetta sem sagt NASA sem sagt UAP 26 finn ég það ekki. Og svo þetta að leita af þessu símanum nefnilega skilji. Má sjá, fara hérna. Vorandi það ekki að flýta ykkur. Nei, ég finn þetta ekki fljótu. Þetta semst D026 og það semst skrá. Þetta úrvinnsla upplýsinga eftir Apollo 14 leiðangur 1971 og þessi skrá inniheldur fyrir hlutana 2 af úrvinnslu fundi með Apollo, eða semst áhöfn Apollo 14 eftir leiðangurinn sem haldinn var í Manned Spacecraft Center sem heitir núna Johnson Space Center í Houston, Texas og upptökunni ræða áhafnameðlimir og þeir sem stýra úrvinnslunni þau ræða svokölluð ljósfyrirbæri eða light flash phenomena. Að ræða líffræðileg áhrif sem þá voru ný á nálinni en eru nú vel þekkt þar sem orkumiklir geimgeislar fara í gegnum augað og skella á sjónhimnu því að við séum þetta í bíómyndunum sem veldur því að fólk sér ljósrákir eða ljósblik. Þeir reyna að greina einkenni þessara fyrirbæra. Úrvinnslufundunum haldið áfram í næstu skrá, D027, þar sem að má finna hluta af sama hljóðefni og í þessari skrá. En þetta að droppið. Þetta var nú ekki merkilegra en þetta. Já, hvað segið þið? Sko, ef ég fer hérna bara aftur í vídeós, maður sjá. Hérna þetta. Þetta nú ansi athyglisvert. Margt af þessu. Gaman að þessu. Og hvað ég að horfa á? Ég bara ekki hugmyndu það. En ég var semst búin að bíða eftir þessu droppi, eins og öllum öðrum droppum. Kifti mér ekki mikið upp við það, þannig. Þetta einhvern veginn, virðist vera svolítið bara í takt við hinn 3 og ekkert eitthvað svona nýtt á nálinni og manni finnst hálf einkennilegt að þetta skuli vera í rauninni að dragast svona á langinn og maður áttar sig ekki alveg á því sko, hver tilgangurinn með þessu öllu saman, hvað ætlunarverk ríkis eða djúpríkis með þessu öllu saman því að það náttúrulega verið að gera þarna opinberar sem sagt bæði bara mjög flottar og mikilvægar skýrslur sem segja frá geimförum sem að sjá þarna fljúgandi furðuhluti á spórböðum jörðu og annað sem að bara ekki takt að útskýra og við erum að sjá þarna myndbönd og myndir sem að heldur ekki takt að útskýra, ég geta allavega ekki og hvað ætlum við að halda þessu lengi áfram? Það bara svolítið þannig, en þetta elsku þið, þetta var nú ekki merkilega en þetta, en ég hvet ykkur til þess að fara sem sagt inn á þið farið bara inn á war.gov þá komið þið hérna bara inn á síðuna þeirra svo klikkið bara hérna í boxið og þetta bara hérna undir UFO og þá getið þið sem sagt valið bara hérna þið getið bara valið hérna, release 1, 2, 3, 4 og svo getið þið þá valið, hvort þið viljið fá CIA, Department of Energy, Department of War, FBI og svo framvegis og hvaða típur þið viljið audio, image, PDF eða video. Þannig að, þetta flott uppsett og það skal sagt að sko bara held ég fyrstu vikuna eftir fyrsta droppið þá sem sagt fekk þessi síða, UFO-dálkurinn innan
stríðsmálaráðuneyti sem fekk 1 milljarð kliks. Það eitthvað. Herrarskunnar, við fylgjumst bara með. Ekkert stress. Við erum ekkert að stressa okkur. Þetta fortið uppljómun fólksins og við tökum því þannig. Við langar að benda ykkur á að þið viljið followa og subscriba Gamesýruna, þá það TikTok undir UFO Gamesýran og ef þið eruð á YouTube þá það Þvottahúsið Gamesýran. Svo getið þið líka fylgt mér á Facebook undir mínu nafni, Gunnar Dan. Þar getið þið séð þetta Gamesýrunar sem svokölluð Reels. Þar til næst, þykir vænt ykkur. Namaste.